það hérna til í sumrinu að fólk í fríi og þá það oft þannig að fólk að lesa eitthvað og ég hef verið að svona reyna að átta mig á því hvað fólk helst að lesa og ég komst að því að bókin sem ég langaði til að fjalla hérna áður en ég brjálast, Játningar á miðjunni eftir Soffíu Bjarnadóttur og af því það nú miðvikudagur og mitt sumar að þá passar þetta allt saman voðalega vel, Soffía, velkomin. Takk fyrir, takk. Takk fyrir að koma hingað að tala þessa bók og ég komin í miðja bók, svo þetta sé allt í stíl. Allt í miðjunni? Já. En hérna, miðjan þú ert á miðjum aldri, samkvæmt bókinni, en það eru fleiri miðjur annað líklega? Jú, þetta alltaf, undirtitillinn Játningar á miðjunni og hérna, það ýmsar miðjur. Ég náttúrulega svona, þetta náttúrulega sjálfsævisöguleg skáldsaga. Skáldævisaga eins og einhver sagði? Já, og hérna, já, og miðjan svona, miðja lífs og dauða, sagði nú einhver, sem ég veist líka mjög gott að segja. Að við erum alltaf einhver staðar mitt á milli lífs og dauða. Hvað aldrei sem sko. Já. Og hérna, já. Má ég spyrja hérna, af hverju skrifaður þessa bók? Já, sko ég, fyrir að fyrsta þá átti þetta að vera pjúra skáldskapur, þó hann væri alltaf byggður kannski á minni reynslu og þá hann átti að vera konu sem mjög upptekin af góðsögum og sér góðsögur speglast í öllu í heiminum í dag og svona út frá því sem að gerast í heiminum, bara svona síðastliðin árin, þá hún svona sjálf að missa tökin og svo byrjaði ég að skrifa þessa sögu og fann að þetta væri í rauninni mín saga. Að það væri bara... Varstu hissa á því? Nei, ég var ekki hissa á því, en þróunin varð bara svoleiðis að ég varð bara að fylgja því, sko, þú veist. Og hérna, og gerði það, þú veist. Og þannig að ég líka, sko, ég held þetta átti ekkert að verða einhver uppgjörsbók. En hún það kannski, já, á einhverju stað, sko. En svo líka bara óður til, hérna, óður til lífsins, sko, og skáldskapar. Og hérna, og svo langar mér að segja frá ýmsu sem að ég skrifa og það finnst mér það besta leiðin mín, sko, til þess að segja frá sögum sem eru bæði fallegar og ljótar, sko. Og ég held að tengjast. Besta leiðin þín til þess að skilja þig eða jafna þig. Heiminn líka bara, já. Og annað fólk. Þerapísk? Já, aður það alveg líka, sko. En þú veist, það var ekkit svona upphaflega sem ég, þú veist, byrjaði að skrifa út af því, sko. En þau þróuðu svolítið þannig, já. En já, hluta til þetta inn í þá bókmennagrein sem svona játningar. Já. Og þá það, hérna, gætum, og það ekkit niðrandi svona sjálfshjálparbækur. Nei, sem bara hluti af einhverju menningarbyltingu sem á sér stað að fólk kemur og segir sína sögu af sínu forstum. Einmitt. Þetta að hluta til þarna inni? Já, það alveg svona, ég nýti alveg þræði úr því formi, sko, þú veist. Og hérna, ég meina, ég bara, sko, hugsa líka bara til ýmissa skálda, sko, ég meina, Ágústínus, Játningar hans, það höfðu mikil áhrif á mig, þó ég sé ekki að, hérna, bera mér neitt sama við slíkt verk, sko. Það má alveg, sko. Og hérna, og ég meina, svo bara, þú veist, bréf til Láru, hérna, þú veist, Þórbergs, hérna, Þórguð Þórðars, ég byrjaði svolítið mikið að hugsa þá sögu því ég byrjaði að skrifa að því þetta svolítið brotakent, þú veist, sem svo tengist saman, en síðan þetta allt annað en súsagar og þannig hann alltaf með svo margan innblástur, þú veist, hann kveikir í ykkur og umbreytist í eitthvað allt annað. Já, Þórbergur, þetta með Láru virkar svolítið að því að hann býr til svona, hann eiginlega verið frjálsari í frásögninni sem að þú hefur engan, það ekki sem að tekur að við þessu hjá þér. Nei. Þetta svona innra tal. Já, akkurat. Það sem hann gat eiginlega svissaði yfir og bara haldi fyrirlestur eitthvað. Já, og fyrir kannski meir út fyrir svo meir út í þjóðfélagsmálu þetta, sjálfsög. En hérna, ég ger það alveg líka á bara minnhátt, þú veist. Ég var alltaf verið mjög pólitísk en einhvern veginn haldið skáldskapnir og svona frá
pólitík og fundist mikilvægt að vera svona handan við það einhvern veginn. Það bara ekki verið í tísku að vera með pólitík í listinni. Sko, ég held sko pólitík sé alltaf í listinni. Skilur þú veist, en ég bara, mér hefur ekki kannski fundist það skemmtilegasta listin endilega, sem að svona... Sem endar í því að höfundur heldur ræðu í lokin. Já, svona predikun sko, já. Þannig ég vildi ekki vera predika, en kannski alveg smá inn á milli svona lúmsk predikun í bókinni. Það að því að segjum þetta sé hluti af þessari menningabyltingu sem að búið að vera undanfærin kannski svona mikið undanfærin 20-30 ár sem falleg sko, það sem er alls konar fólk, svolítið konur en líka bara... Guðbergur Bergsson náttúrulega. Já, það er svona endurminning sjálfsæfisaðan. Ég er nefnilega frekar að tala um sjálfsjálfarbækunar eða þann flokk sem er það sem að hópar fá rödd og segja sína sögu og koma þá oft með áföll og eitthvað fleira sem hefur verið litið framjá. Já. Þannig að einhver leiti er þetta svona menningabylting. Lilja Ingólfsdóttir frábært viðtal sem þú tókst til hana. Ég var bara alveg rosalega snortin yfir því. Já, mér fannst þannig bara því að hún gerir verk sem er byggt á sjálfshjálpar svona eða bókmenntageiranum, greininni. Já, eða þessi autofiction svona, en þú ert náttúrulega með endalaust skáldskap, en hún var ekki með það, hún var bara byggði sitt á, þetta er líka þerapísk saga sem hún segir, og hún benti mér einmitt á þetta að það væri menningabylting og ég pröfaði þetta á nokkrum síðan, til dæmis Elsabetu Jökulsdóttur sem er í miklum játningu að skupinu, ég meina hún er einmitt. Og hún talar þetta að sé bara byltingin sé í gangi. Já. Upplifir það þannig að... Mér finnst þetta bara áhugavert sko. Ég hef ekki kannski upplifað það þannig alveg. En mér finnst samt þessi, mér finnst bara berskjöldun af hennu góða sko. Almennt séð. Og því ekki í skáldskap líka. Það þarf ekki allur skáldskapur að vera þannig. En mér finnst það geta fært okkur margt nýtt og annað. Þegar fólk berskjölda sig. Og við þurfum að láta alls konar fólk berskjölda sig fyrir menninguna. Það sem eru góðar og gildar sögur. Það séu svo fleiri raddir í kórnum og fleiri sjónarmið og fleiri miðjur. Já, ég meina það hefur hjálpað mér ofta, þú veist, að heyra sögur annara og þú veist, örugglega þér líka, skilurðu, að þegar maður heyrir reynslu annara og samsama sig, eða bara lærir eitthvað alveg nýtt sem maður hafði ekki hugmynd og þannig að ég veit ekki, sko, ég held líka, ég sé svona, það er eitthvað kennsla í þessu líka falin í þessari bók, sko. Þú hefur auðvitað skrifað það þannig að þú ert að átta þig á einhverju þig, eða ekki? Jú, líka. Það er svona þerapísk skrif. Já, svona í og með, sko. En hún er alveg sko byggð upp sem skáldsaga bara, alveg, og ég er alveg svona úthugsuð sem skáldsaga, sko. Þú veist, með upphaf, miðju og endi og þú veist, hvörfum en hún er náttúrulega óhefðbundin samt sem slík. Alveg. Þess vegna myndist ég á Lilju að því að hún, það er eiginlega bara úr svona þerapíu, eiginlega hvernig hún byggir sögun og þroski persónunar. En þú ert þarna ung á hverju að vera rithöfundur og ert búin að vera að reyna að lifa inn í bókmenntaheiminum. Einmitt. Og ert að reyna að skilja sjálfa því svona frekar út frá bókmenntum heldur en sko seinni tíma sjálfshjálparbókum. Alveg satt, já. En ég hef samt sjálf, að þú talar þetta form sjálfshjálparbækur, að við lesum mjög mikið, alveg bara mjög mikið sko í gegnum tíðina og við erum bara svona alveg, tekið alveg fyrir sko, bara bækur haminguna, þunglindi, þú veist, og bara að elska sjálfan sig og svo framvegis sko. Og mér finnst það oft geta alveg sko, eins og það geta verið svolítið einhæfar, þú veist, að þá geta það oft hjálpa manni í einhverju tilteknu máli hér og nú, sko, og einhver einsetning sem að hjálpar manni? Já, einhver þráður sem að leiði mann á næstu, eitthvað skilurðu, þú veist, þannig að já, það hefur alveg verið. Það er oft leiðilegra, svolítið leiðilegur tónn í þeim, svona. Já, kannski að einfalda málið. Menntaskóla, kennara, tónn, einhvern veginn sem er eitthvað búin að ná þekkingunni og vera tróðin ofan í mann. Og textin oft ekki skemmtileg, sko, ekki seiður eða, þú veist.
ekki ljóðuræn, já, en það nú margir sem ekkert hrifnir af ljóðurænu, sko, þannig að ég reyndi að vera ekki of ljóðuræn í þessari bók, af því að Það er ekki allavega, þú lítur þó að gera það í seinni hlutunum, það er ekki það sem ég er búin að lesa. Nei, ég reyndi að vera svolítið skýr, sko, þannig að því ég kannski var að reyna að finna skýrleikan líka í gegnum skrifin, sko. Ég sá ykkur á setningu daginn sem var einhvern veginn þannig að það virðist vera því fleiri sem að skrifa leita okkar hamingjunni því færri verða hamingjusamir. Það var líklega verið að vísa í allar þessar bækur hamingjuna. Já, einmitt. En ég veit ekki alveg hvort að sjálfsjálfarbækurnar hafi hjálpað okkur svona heilt yfir. Ég held að geta alveg hjálpað okkur ýmislegt, sko, ýmislegt svona að skilja eitt og annað og við erum ekki eini tilverunni með hlutina og svoleiðis, sko. En það eru náttúrulega bara takmarkaðar. Þannig að, já. Einu miðjan er miður aldur. Einmitt. Og þú gerir ekki lítið úr því. Þetta er eins og þetta er alvarleg tímamörk. Já, skil. Já. Eitthvað svona hugmyndum að setja búin með eitthvað hlutaæfinar. Kannski börnin eru þau komin á legg. Já, akkurat. Það er svolítið það að vera með uppkomin börn. Og þegar maður átt að sjá, ég var móðir mjung og að þú veist að átt að sjá því að allt lífmanns hefurunni snúist þau og það er ekkert slæmt, sko, en ég bara fattaði það ekki, þú veist. Ég fannst ég vera svo upptekin af svo mörgu öðru líka sem ég auðvitað var, þú veist, eins og bókmenntum, en svo eru það, þú veist, þau hafa verið allt mitt líf og allir klukkutímarnir og mínúturnar, skilurðu, þannig að að ég þurfti svona aðeins að, þú veist, þetta gerist ekki einnig nóttu, en þú veist, ég þurfti svona að endur hugsa veröldina, þú veist, þau eru alveg ennþá í lífi mínu, en þú veist, ég er ekki... Já, ég er yngsta stelpa mér býr hjá mér, en hún er komin yfir tvítugt og alveg sjálfstæð og skilurðu. Já, og Þannig að það eru skil. Já, það eru skil, sko. En allavega í byrjuninni að þá reyndar er persónan eða þú, eins og sem koma úr ykkur þunglindi. Ég veit. Ég veit ekki hvort að það tengist þessu. Kannski að einhverju leyti, það þarf ekkert að vera, þú veist. Að einhverju leyti, þú veist, er þetta með tilgangin. Þú veist, ef tilgangurinn hefur verið svolítið ekkin í einni körfu, sko, þú veist, og þú veist ekki lengur tilgang þinn, sko, þú veist, þá er ef mann hefur verið með undirliggjandi þunglindi, sko, þá er alveg hætt við að það, svona, bæri á sér aftur. En þetta er líka frelsandi. Maður sér það bara á, konum á miðjum aldri. Já. Þær eru, ef þú fer bara í leikhús og tónleika eða gengur á fjöll eða eitthvað, þær eru alveg á fullu, þær eru svo að segja, sko, þessi frelsun. Já, það er náttúrulega að tala breytingarskeið sem, sko, bara eins og nýtt úlings svona tímabil, sko. Þannig að þú þarft að upplifa allt aftur eða á nýjan leik og... Það er bara frelsastur. Já, og það getur verið svona bara... Aldrei virðingu fyrir börnunum. Já, absolutt. Gleymum þeim ekki. En já, þú veist, það er svona, þú veist, allar breytingar eru náttúrulega erfiðar kannski, þó að geta verið einmitt hressandi og mikilvægar og og þetta er náttúrulega bók breytingar í svo víðum skilningi, sko. Svona bara öll þessi skeið breytingar sem við göngum í gegnum, sko, þú veist. Ég tala líka stúlku sem er að byrja á blæðingum og þú veist, sem er ung móðir og þú veist, og svo ástina og svo transferli svona míns og þú veist, dauðan og ástina og þú veist, sorgina og þú veist, þetta er allt breytingar, þetta er allt breytingaferli og svo líkaminn sem er að breytast með aldri og svo þetta blessa breytingaskeið sem að, þú veist, er svona, ég veit ekki hvort það er ekki lengur tabú, það er nú rosa mikið talað það, en leið er það ekkit rosalega mikið í bókmenntum, það er nýlega að koma inn í bókmenntir. Það má ekki segja, sko, ég er bara rosalega heitt, bara svitna, þá segir ykkur að maður svo breytingarskeið. Já, þetta er komið. Það er svo mikið lítið tabú. En það er svo stutt síðan, samt, sko, veist, það er svona, þannig að já, þetta er svona, veist, svolítið þokukent tímabil, sko, að fara í gegnum, sko. Getur tekið 10 ár, sko. Það er svona einhver alvarleiki yfir þessu miðju
sem ég veist komið svolítið óvart af því að Já. þú ert ekki svo gömul, ert ekki bara Ég er 50. 50. Já. Meðalaldur kvenna held ég að sé 84 ár, 34 ára eftir. Já, við vitum ekkit það. Sko. Það jafn langt og síðan þú var 16 ára. Já, það svolítið langt. Það eiginlega öll, meirinn helmingina fullorðis árunum eftir. Sko. Þannig að Akkurat. En það eins og persónan sem einhver á svona tilfinningunni að þetta sé downhill hérna frá. Já, nei, þú veist, það er kannski það að hún er stödd á stað og þetta er skálduð útgáfa mér, skulum við segja, hún er svolítið haltrandi með brotna tennur og og hún er stödd í þoku í Kalima, svona ástandi og þú veist, hún veit ekki alveg þú veist, er hún að leiðin upp eða niður, eða hvað, sko. Og hún er náttúrulega að koma líka út úr þessum, hún fjall niður, eins og hún segir. Hún fjall niður á einhvern svona óræðan stað og er að fikra sig bara upp af þeim stað og hún er náttúrulega stundum líðurinn náttúrulega eins og bara þetta sé ekki búið, sko. Eins og mann gerir kannski þegar maður er í djúpu þunglindi, þú veist, það verður allt svona eins og bara svona svartu veggur, sko. En svo, þú veist, koma allar þessar minningar og hún hugsar það einmitt sko hvar ligg ég í öllum þessum minningum, hvar liggur mín leið í gegnum allar þessar minningar og svo áfram eða ekki sko. En það er ekki eins og það sé sko að það sé bara downhill, þú veist, nú bara hérðan í frá sko. Óvissa framlega. Já, þetta er svona. Hún er líka að koma úr döprum tíma. Já. Ég man ekki hvort þú setja vitni í einhvern eða hvort þú sér það sjálfa að það veri þunglindi sé eins og veri ástarsorg yfir sjálfsins. Ykkur sem hefði geta verið svona týnda lífsgleði. Já, þetta er bara svona mín upplifun. Þetta er svona á mörkum þess að vera þunglindi og svona deburs. Melankólía. Melankólía sem að fólk getur oft verið í dvalið í langdölum. Fólk getur verið þarna bara alla ævina. Já. Og svolítið hættulegt náttúrulega sko að þú veist maður kannski klæðir sig í það líka sko. Það verður svona skóð. Já, nákvæmlega. Svona einhver hellir sem maður felur sig í. Rakur, hlýr, hellir sjálfsvorkunar. Já, akkurat. Þó ég myndi ekki segja að þunglindi sé neitt sjálfsvorkun. Það er bara svona mjög alvarlegur sjúkdómur, sko. En auðvitað, það er virkilega hluta af... Það sem ég skilja eftir þess að geta verið þunglindi og svo eitthvað debur og það er eitthvað svæði þarna á milli sem að margir kannast við og það er, maður þekkir það bara fólki sem maður hittir, það er svona misstór lífslogin í fólki. Já. Algjörlega, sko. En ég sko... Hittir fólk sem var mjög lifandi og svo hittir maður það kannski 6 árum setna og þá finnum maður það bara að login er orðin miklu lægri. Já. Og það er þetta með vonina sem við töluðum með árum komin inn, sko, að það er alveg rosalega mikilvægt í náttúrulega öllu, en þegar maður er að glíma við svona, að það er að, þú veist, að missa ekki vonina, sko, fyrir sína eigin, þú veist, sín eigin lífsloga, þú veist. Og En þú bara missir hann, þú getur ekki staðið fyrir framan og settir að finna vonina. Og við erum náttúrulega bara að reyna að hlúa einhvern veginn að þessum litla neista, þú veist, ef við erum ennþá að draga andan, sko. Þannig að, og niðurstaðan er náttúrulega, þú veist, að andadrátturinn, þú veist, er okkar heimahaf, sko, þú veist, það er það sem við höfum meðan við erum hérna. Okkar eigin andi. Já. En þú mistir hann eitthvað frá þér eða? Já, ég meina að ég hef alveg glímt við það, sko, að og mér finnst svo mikilvægt að segja frá því og á einhvern svona rosalega, ég hef samt tekið eftir því að fólk bregður einhvern veginn við það samt, sko, svolítið, að lesa um það, sko, og ég hélt einhvern veginn við værum búin að tala svo mikið um þunglindi og bara geðrænar áskoranir sko og hinn ýmsu áföll og svona að það væri kannski bara búið að tala of mikið um það eða eitthvað en ég held svo fyrir hugsa, nei, svo er það ekki þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum endalaust að tala um eins og ástina og dauðan sko veist og margt fleira sko. Kannski er það þannig að sé talað um það að sé sérst viðurkenning að ég sé að glíma við andlegar áskoranir en kannski er það ekkert svo mikið að ræða sko hvernig það er byrtast. Nei. Ég held að það sé freka þannig. Svona alveg byrtingamyndin bara. Við erum að sagt okkur við stimpillin má vera en við erum kannski ekkert svo miklu nær sko. Nei, það er kannski stundum vantar svona
bara raunverulega skynjun og þekkingu á því sko, þú veist, það er svona mín tilfinning oft sko, að en fólk verður þakklátt sko samt, að það sé rætt Svo er þetta enganleg reynsla, hvernig það byrtist. Já, auðvitað. En af því að þetta er sjúkdómavætt að þá þarf sjúkdómurinn að vera eiginlega enganlegur, það þarf að vera almennur. Já. Þannig að kannski er það sem er í umræðunni er kannski eins og bara skuggamynd af upplifun hvers og eins af... Já, eða af aðstendendum líka, þú veist, það er oft kannski er hitt endilega sá veiki, þú veist, að tala og allavega, þú veist, þannig að en þetta er náttúrulega bara einn liður sko í bókinni, þú veist, sem er alveg mikilvægur að og það hluta þessu tímamótum sem að hún eða þú hann segir hann Bjarni Karlsson einu sinni að þessi er svo mikið þetta og ég tek það frá honum að lifa sko í ljósi reynslunar ekki í staðin fyrir skuggareynslunar sko og mér finnst þetta svo fallegt sko við erum náttúrulega alltaf með bæði kannski ljós og skugga reynslunar en núna finnst mér að náttúrulega út frá bara öllu sem er í gangi í heiminum finnst mér alveg bara það er svo mikill skuggi yfir að mér finnst eiginlega vallagt að segja við bara lifi í ljósinu sko, lifi ljósi reynslunar en það er það samt sem ég er að reyna kannski að skrifa Þú meinar að heimur sé svo slæmur að við megum ekki brosa Ég meina, ég er kannski ekki alveg að segja það, en þú veist það bara, mér finnst bara rosalega skuggi yfir og sem að lúrir bara og ekkert bara lúrir, þú veist, hann bara mjög áþreifanlegur, stór. Ég talaði við fólk frá Palestínu hér sem að segir að sko að mæta þessum hörmungum sem að ganga yfir er ekki er kannski sem við ættum að gera er að fagna lífinu. Einmitt, akkurat. Það er bara góð áminning að heyra það stundum að okkar hlutverk sem að við höfum að njóta þess og við höfum að halda hátíð og faðmast og gleðjast og njóta þess að hafa frelsi og líf Já, án þess að sko að fela, þú veist skilur það er ekki höfnu, það er ekki flótti einmitt og þú veist, í lok þessara bókar þá þú svona þú dreigir það einmitt svolítið saman sko að þú veist, þetta er samt þú veist, hvað fegurðin er mikilvæg sko, að halda henni alltaf á lofti þú veist, hvað sem hún er fyrir okkur sko, þú veist, er hún skáldskapur er hún tengsl, er hún börnin okkar er hún náttúran þú veist, hvað, en þú veist að hún er það sem að, þú veist, ég er að skrifa um fegurð og og að tegja okkur eftir henni Já. Er það eins og maðkurinn sem er í drullunni og reisir upp höfðið til þess að horfa til tunglsins? Er það þannig heimsmynd? Að fegurðin sé eitthvað sem við náum ekki en verðum að geta tekt okkur eftir því annars sökkum við bara ofan í svo mikið skít. Ég held að fegurðin sé alveg bara, þú veist, hún er alveg innra með okkur og þú veist, hún er ekki bara eitthvað langt í burtu, sko, þú veist, alveg svo guð. Því þú veist, ég talaði um svona trúarleg tengsl, sko, og það er svo einstaklingsbundið hvað Guð er sko og og hversu mikilvæg er hverju manneskju sálir okkar eru ólíkt samansettar sko mikið rétt sem ekki lifa nema að hafa svona andlegan botn í sínu lífi en aðri bara þurfi ekki á því halda það er oft svolítið togstreita þarna sko en þetta er líka við erum öll svo mótsagnakend þú veist bara yfir að þú veist Já, við erum bæði góð og vond og allt á milli sko og alveg svo heimurinn, þú veist, heimurinn er bæði, þú veist, algjör skuggadalur og þú veist, hryllingur og svo er hann líka alveg lífsfögnuður og hamingja og fegurð, þú veist, og þetta er allt á sama tíma og ég vil bara, þú veist, innra með okkur sko. Og þetta er svo mikil hrærigrautur og við kannski, veitum ekki hvað við gera við þetta sko. Það er óendanlega sorglegt en líka fallegt að vera manneskja eins og einhvers staðar í þáverðinu. Það en að því að ég byrjaði með svona sjálfshjálparbækur og þú ert býtur það í þig kornung að vilja vera rithöfundur. Varst búin að vera þar síðan? Ekki aldrei efast? Nei, ég var svolítið lengi að fara að gefa út. Já,
það er bara þannig. Já. En það er þú veist ekki að efast að... Nei. Þetta var allavega bara svo sterk þrá, þú veist, og löngun. En að því ég var með þetta í huga þegar ég var eitthvað að lesa þetta, að þá var ég að byrja þetta saman við svona játningabækur í nútímanum. En það sem að þú ert með svona þessa hugmyndu mikilvægi skáldskaparins og þá ert að sækja í svona menninguna og litteratúrin. Sko frekar heldur en kannski svona sem í sjálfsjálfarbóku sem þá einhver svona fræði og sagnaheimur á síðari tímum. Og ég fór að velta fyrir mig, það endilega víst að þessi menningarheimur sé góður til sjálfsjálfar því að það vantar nú ekki melankólíuna sem þú getur sótt inn í helliðinn ef þú vilt vera í honum að þá eiginlega langsniðast að renna inn bara skaldsagna bókasafninu þannig til þess að næra sig í því að vera í svolítið depurð. Já, en skaldskapurinn fjarlægð frá öðru fólki. Já. En þú veist, það gefur manni svo mikla sjálfsþekkingu samt, skaldskapur. Já, mér finnst það. Og bara þekkingu á heiminum og innsýn og þú veist, já, opnar skilningavitin og þannig að og það held ég að geti verið mjög heilandi þó það sé ekkert bliss alla daga, þú veist. Já, en þú veist, ég hef ekki trú á skáldskapurinn endilega bjargi heiminum, en hann er rosalega sterkt afl, sko, umbreytingarafl og afl, mikilvægt, og hefur mikilvægt í mínu lífi, sko. Mikilvægt umbreytingarafl, en bjargar ekki heiminum. Hvað gerir hann þá? Eins og ég sagði, hann gefur okkur innsýn og veitur okkur meiri skilning á því hvað við erum að gera hérna og af hverju við erum hér, sko. Það er allavega svona, þannig líður mér allavega núna, þú veist. Og svo bara veitir hann alveg mikla fegurð, líka þó hann sé að segja frá grimmum atburðum, þú veist. En hann gefur manni svona sögu til að lifa innan. En hann er náttúrulega, hann er eiginlega sagan, þannig að þú fellst bara inn á að flytja inn í hann. Já, það er alveg satt. Að þú veist, maður stígur svolítið inn í þann heim og lifir pínulítið í honum. Myndi aldrei sleppa. Nei. Þegar þú verður bara að... Ég er svolítið föst, sko. Hann er stór hættulegu líka, sko, skáldskapurinn. Og hann og ég þú veist, fjalla mikið góðsögur í þessari bók. Og það eru náttúrulega mjög hryllilegar oft og en svo ég veit að það er svo rosalega mikla, ég myndi ekki segja gleði, en svona, já, okkur að fullnægi að það er eitthvað miklu stærra og meira en þú veist bara ég, hakk og spagetti mánudagur, þú veist, og fréttinar í útvarpinu, þú veist, það stækka allt svo mikið og það finnst mér mjög mikilvægt að lifa þannig í skáldskap því hann stækkar einhvern veginn heiminn. Upphefur, já. Þú veist, já, stækkar það líka, þú veist, fleiri víddir, fleiri herbergi, fleiri himnar, þú veist, það er þannig. Allavega, já, þannig lifi ég, sko, svolítið, í þessi klísju að lifa í skáldskap, sko, en þessi persóna gerir það? Hún gerir það, já. Þannig að það er allavega einhver hluta þér? Einhver hluta mér, já. Kannski einhver hluta þér bara í hakkjaspæti? Já, vissulega, sko. Og bara, þú veist, í algjörum tómarúmi, sko. Þetta er skáldæfisaga. Var ekki Guðbergur sem var bjóð það orð til? Jú, þetta orð, skáldæfisaga. Flott orð. Mjög flott. Autofiction. Og síðan hafa bara allir verið að skrifa svoleiðis. Nei. Jó, mikið. Það er mun meira núna en segjum fyrir 60 árum. Já. Jú, þetta er allavega svona meira opinberra, skulum við segja. Já, og tengið svolítið svona eins og játningum. Það eru meira kvenhöfundum sem hafa verið þarna og kannski lengra aftur í tíman. Sem að þú þarft kannski að skilja stöðuna í. Náttúrulega fyrir löngu, sko. Mjög flott. Ég velti verið með að þú rifjar upp svona þig á ýmsum stöðum.
Og því að ég hérna stundum að taka svona lengri viðtöl ævisana viðtöl. Já. Ég hef svolítið veltið fyrir mér að því ég að fá fólk til að rifja upp hvernig það var þegar 12 ára og 7 ára og hvernig mann fyrst eftir sér og hvort það upplifið að vera velkomið í heiminn og þá ég svolítið að veltaði fyrir mér hérna þegar maður eldist hvort að allt þetta fólk sem að maður hefur verið sé einhvern veginn ekki alltaf með manni. Og ég var að hugsa það þegar ég var að lesa þessa bók að þessar Sofjur væru að þú myndir hlaðast upp frekar heldur en að þú varst að lýsa því einhvern veginn leið sem þetta fara. Heldur að maður svona frekar hleðst maður bara upp. Margar sjálfsmyndir þá meinar eða svona unga og já. Mér fyrir alltaf fundist maður á öllum tímum áfram sko. Ég ennþá... Þú veit að það umbreytist. Þannig að púpan verður eftir. Já. En sko... En mér finnst flott að segja þetta sko að því að ég vil bara alltaf upplifa mjög sterkt að ég í senn, þú veist, ung og gömul og líka sko í framtíðar, þú veist, ég þegar nýræð, já. Og hérna, samt trúi ég ekkit beint á eitthvað, þú veist, fyrir lífið eða svoleiðis, en mér finnst alltaf maður vera stattur á mörgum tímarskeiðum innra með sér á sama tíma sko. Þú finnur þetta stundum í öðru fólki sem er stundum sagt að það sé gömul sál og eitthvað svona. Og stundum verður með að varða þetta. Það er gaman oft með börn, sko ung börn, eða þú veist, ég vil bara kannski 5 ára, 7 ára, að sjá allt í hennu, þessi manneski líka bara háeldruð, einhvers staðar inn í sér, sko. Þú veist, þú sensar það. Samblanda barni og gamalli konu. Já, og svo verður maður líka sjálfur eins og 5 ára, þú veist, reglulega. Þannig að því að þú notar svolítið svona umbreytingar og talar bókina meira sér þýðandan. Já. Það kemur ekki fram eitthvað að það hefur verið í tímum hjá Kristjáni? Kristjáni Árna, jú. Þetta er svo flott verk sko og svakalt að þýða þetta. En hann náttúrulega þýðir þetta ekki í bundnu máli, heldur hérna prósa en alveg merkið að fá þetta íslensku. Ég hafði alveg lesið þetta á ensku áður sko. En mér finnst það svo mikið búið að svona móka flórinn fyrir mann að það búið að þýða. Það bara flýrst inn í manns menningarheim. Það með þau að þýða allt bara. Algjörlega. Að þessi bókskón líka bara ummyndanir óvíðs. Þetta er náttúrulega bara... En hann kendi þér, Kristján? Jú, hann kendi mér alveg. Hann svona maður sem lifði eitthvað leiti í skáldskap og í grísku. Já, algjörlega. Hann kendi mér sérna guðdómlega gleðileikin Dante og ég get aldrei annað en einhvern veginn séð hann fyrir mér einhvern veginn að leiða mig þarna niður Inferno og upp í Paradiso og já, hann var gjöfull kennari, klár Já, svona djúpvitur. Já, akkurat. Hann sagði ég vilt ekki svona að þetta bara svona heldur, spurði hvað heldur þú? Alltaf svona, Já. Svo myndanir, það er hérna sonuðinn. Já, akkurat. Sem að skiptir kyn í bókinni. Já. Og þú hérna talar það og það var mjög áhugaverður kafli. Svona eins og mína reynslu á því, sko, sem aðstandandi, að því ég náttúrulega tala það ekki fyrir hans hönd, heldur, en auðvitað samþykir hann. Reynsla fóreldrisins af hérna barni sem að, við getum sagt bara að sömuleyti á þetta kannski skilt við að hérna þegar fólk kemur út úr skápnum. Einmitt. Og hvernig, ég talaði hérna þar síðustu helgi við Pál Óskar þar sem var að lýsa því að sko foreldrar hans eiginlega lifðu það ekki að sætta sig við það. Nei, einmitt. Það var bara samband hans við pappa sinn varð aldrei samt. Nei. Í dag finnst manni það bara svo undarlegt, sko. Já, það er að því að það kemur fram hjá þér að því að sko hérna sonuðinn skiptur kyn fyrir einhverjum árum síðan. Já. Og þá erum við að minna talað Já, einmitt. Það hefur svolítið mikið gerst gott í umræðu transfólk, auðvitað líka slæmt. En það hefur svo margt opnast bara á fáum árum, 5-10 árum, sko. Og hann var eiginlega aðeins fyrir þennan tíma, sko. Og þú líka. Já, akkurat.
og ég var svo hrætt fyrst, sko. Ég var hrætt við þessar líkamlegu breytingar, sko. Og ég bara, já, viðra þær, sko. Reyna að telja ofan að því. Já, sem er náttúrulega alveg bara í dag, bara fáránlegt, sko. Þannig 30 kallmaður í dag, sko. Og þetta er bara engin spurning og skilurðu, þú veist, það er langt liðið og engar efasemdir eitt í neitt, sko, þetta er bara, þú veist, tilveran er þannig, en þetta var rosaleg svona mikil höfuverkur, sko, þú veist, en það var líka því, þú veist, hann búið að vera erfitt hjá honum og sem er nú oft hjá transinstaklingum, þú veist, við erum búin að vera náttúrulega berjast við að vera í röngum líkama, röngum kyni. Oft upplifað svona hluti og höfnun og stundum bara ofbeldi og það er náttúrulega bara við samkynnið fólk líka, það kemur oft svo við veitum nú aftur í Páll Óskar, hann sagði bara farið til sálfræðings, bara leiðu að koma út úr skápnum, sko. Bara fixa þetta. Já, það er nefnilega að við komum ekki alveg heil út, sko, af því að reynslan áður en við komum út hún markar á okkur og það er ekki góður farangur að fara með áfram. Nei, akkurat. Já, ég sko ætlaði uppálega fyrir löngu, sko, alveg fyrir svona 10 árum að skrifa engungu sögu þetta, bara svona, ekkert skáldskap, sko, heldur og þá var nú alveg ritstjóri minn þá, sko, hún sagði svona þetta er, þú veist, ég held að þú muni skrifa alveg rosalega vel þetta seinna. Þetta er ekki tilbúið, þetta er svo nýtt og ég er mjög fegin, sko, í dag. Þetta var svo, þú veist, það var svolítið bólgið, sko, sem að, þú veist, Þú ert ekki komið nógu langt frá þessu. Já, akkurat, sko. En þú ert ekki komið nógu langt frá því að vera á miðjunni, þú gerir grein fyrir því. Nei, það er nefnilega málið. Þú ert að skrifa eiginlega þetta á miðjunni. Ég er svona í ykkur hringiðu, sko. Og hvað sagði ritstjórinn við því? Þetta er nú bók sem þú ert að skrifa þessu svona 64, kannski. En hún fannst þetta svo mannlegt, mennsk bók. Hún var svo hrifin af henni þess vegna. Hún var svo, já, breisk og falleg og svona. Já, þú sem persóna er það svolítið í bókinni. Já, ætli það ekki. Og ekki bara að þú sitt þarna hölt og með ónýta tennur sem að þú ert kannski að tróða upp á þig, ég veit ekki. En til dæmis í samböndum við kalla. Einmitt, akkurat. Ástin, að maður finnur eiginlega til. Ég maður hugsa rosalegt vesen er að vera kona í þessum, og þurfa að standa í þessum ástarsamböndum við þessum kalla. Já, einmitt. Já, segi nokkuð. En minna kallarnir þurfa líka standi í ýmsu, sko, held ég. Þetta er bara mjög mannlegt náttúrulega að vera að leita að ást og að tilheyra og stofna fjölskyldu og allt þetta. Ég held að tengi mjög margi við þetta, en þetta er kannski svolítið mikið vesen og ströggl hjá þessari persónu. Þessari Soffíu. Já, þessari konu hana. Já, sem hún hefur svona eins og þurfti að vera svona ferð hetjunar, sko. Hún hefur þurfti að finna marga lykla einhvern veginn. Alltaf eitthvað vitleis og lykla einhverjum húsum, sko. En af hverju, að því að þú talar svolítið ástina og ástarsorg og annað slíkt. Af hverju er ástin svona sár? Bara, því að við vorum að tala foreldra transbarna og þú segist bara já og hefði bara vitað aðeins betur. Fjandinn hafi eftir ekki að vita aðeins betur ástina þess að hún væri ekki svona oft svona sár. Já, ég geti svarað því, sko. Já. Nei. Þar hjálpa ekki allar bækurnar. Það vantar ekki að bækurnar fjallum ástina. Nei. Það er sko, skáldskapur er spurning, sko, spurningar. Skáldskapur snýst ekki svörin, sko. Það er bara málið. Það er svolítið svona, hjálpar okkur að spyrja. Þú sagðir að með því að lifa í skáldskapnum þá færi maður dýpri innsýn. Já, innsýn, sko. En það er ekki endilega að það sé alltaf eitthvað lausn og þar með veit ég, já, nei, ég átti ekki að fara til hægri þarna. Það var vinstri og svo upp götuna. Þú veist, þetta er ekki þannig. Þá spyr ég, ef það er þannig að skáldskapurinn gefur manni betri sjálfskilning og skilning á sjálfum sér og aðstæðum og samskiptum við fólk. Já.
samkennd, ég trú á því. Akkur gagnast þetta svona illa í ástinni? Já, einmitt. Þetta mótsagna sko, að Just like a woman þegar kemur ástinni. Ættu öll skáld að vera svona rosalega hamingjusum í ástinni, sem þau náttúrulega eru flest. Nei. Nei, það spurning sko, einmitt. En ástin náttúrulega bara, ég veit ekki, mér veist hún hafa verið alveg tussar sko, verið svona alltaf verið eitthvað vesen, en niðurstaða mín samt að ég ekki bara að fjalla erotíska ást, ég að fjalla svona ástin í stóru samhengi og stóra ástin börnin mín sko, þú veist, og ástin til svona bara lífsins og til sko sögunar, þú veist, að bara Þú segir sögur af erotískum ástum. Já, vissulega, og það bara mjög, mjög stór liður, þú veist, af lífin okkar sko. Þannig að og minn lífi sko. Og mér langaði líka kannski að augra svolítið þessu svona fjölskyldu formi og líka kannski móðurhlutverkinu og það er svona til í þetta með feministka bók, þú veist, að ennþá í dag þá eiga konur svolítið að vera, þú veist, bara að leita sér að maka og vera bara svolítið fínar og sætar og standa sér vel og það bara mjög ennþá svona loðir við sko og og móðir þá getur ekki bara verið í einhverjum hinum og þessum samböndum og þú veist, skilurðu, það svona en maður þarf alltaf að vera svona bara minna á að fjölskyldur alls konar og já. Og þú getur farið í gennum mörg sambönd á lífsleiðinni? Já, margar ólíkar ástir og ekki ástir. Já. Ef við vorum að tala áðan eins og með þunglindið að við varum kannski, þó að verið viðurkennt þá hefðu við kannski ekkert svo mikið talað það hvernig það birtist og hvernig það í svona einkalegri reynslu. Og þú segir að þið langar til þess að skrifa svona ást sem að þú rekst á eða tegirð eftir eða eitthvað sem að ekki svona að finna kallinn. Það var það líklega það að við mættum kannski aðeins bara að tala meira slíkar ást. Já. Og þá var það að hugsa miðað við hvað fyrirferða ástin þá svolítið skrítið ef að það hóla. Mér finnst það eiginlega að við ættum að vera búin að segja allt sem hægt að segja helvítis ástina. Hún samt svo stór og mikið verið náttúrulega í líf okkar allara sko. Sko þessi að vera elskaður, veist, það er náttúrulega mjög stórt og mikilvægt fyrir okkur öll. En ég held að þessi stóra ást svona bara, þú veist, að þó svo ég sé ein og makalaus að þá er svo mikil ást í lífi mínu, þú veist, og það þú veist, en svo þetta kannski flóknasta þú veist, að elska, þú veist, okkur sjálf. Það þetta sem að, hvað Jung sagði, hann sagði, þú veist, að það væri það að bara virkilega fara í kjarnan og bara elska þessa manneskju, að það væri eins og að faðma glóandi járn, þú veist, það er svo erfitt og það er svo sárt og þess vegna hrökklust við oft frá því og það kannski, þess vegna ástin oft svo sár að við erum í vandræðum þar. Að við elskum sjálf okkur ekki nógu eða skiljum. Já, eða erum í bara flóknu sambandi við það, sko, veist. Þau tengsl. Út af hinu ýmsu ástæðum, sko, já. Við erum raunverulega öll frekar svona slæmir og skemmtir elskuver. Við erum það bara flest held ég sko. Út af vandræðum með okkur sjálf. Já. Það er erfiðast að fyrirgefa sjálfum sér og það er erfiðast að elska sjálfum sér. Mér það er erfiðast að segja það, en það er bara þannig. Það er svoleiðis, já. Það er bara alveg satt sko. Þetta að því að þú nefndir að ritstjórinn hafi sagt eitthvað svona mannlega. Já. Þetta sé stór hluti af mannlega fræði í allavega í fyrirlutunum. Já, akkurat. Hvernig þú fjallar hvað að segja? Eitthvað hétt þetta ástarævintýri. Já, hinn ýmsu ástarævintýri. Já, stór og smá. Já. Þú nefndir áðan trú. Já. Það er eitthvað svona
Ég sé stundum að ég svona kristinn og svona, eitthvað leiti var það bara svona vitsmunaleg afstaða, annars vegar að ég lifi í þessum heimi sem þessu heimi, en ég verða eiginlega að skilja kristina til þess að skilja menningararfinn. Já. En svo var það líka að ég bara, til þess að ég veri ekki í miðja heimsins, þá verið að setja einhvern annan þar, þannig það verður bara að vera Guð, svo ég tróði mér ekki þar. Já. En svo eitthvað leiti þá er ég trúaður, þannig að ég er með svona smá svona sans og það er eitthvað svona annarkvort trúar þörf eða leit eða eitthvað svona grunur að það sé eitthvað sem að þú ættir að teygja þig eftir eða sem að bankar upp á seinna eða eitthvað. Hvað er þetta sem að, akkur liggur þetta þarna einhvers staðar? Jú, ég leti að koma inn á sko bæði þennan, þú veist, tala um tilgangin sko. Trú, þú veist, hún þarf ekkert að vera tilgangur hjá fólki sko, en ef maður hefur haft trú og kannski svona missir hana eða þú veist já, að einhverju leyti. Hafðið þú trú og missir hana? Þú veist, ég hef farið gegnum þannig tímabil sko, og þannig ég er sko, ég myndi ekki segja, ég er ekki að fjalla um trú í þessari bók og ég vil ekki fæla fólk frá því að lesa þetta. En þú veist, það er svolítið mikil hluti af lífi mínu að vera svona spiritual, skulum við segja, og í trúar þörf. Og já, ég hef alltaf, og bara sem barn var ég voðalega trú að barn þó enginn í kringum mig væri það og svona. Já, og alltaf verið mér leitandi í trúmálum. En líka bara, þú veist, að skoða, þú ég sé kristinn sko, þá að skoða önnu trúabröð, bara svona sem ferðamaður sko. Já, en þetta er það er svona, það loðir við einmitt, þannig að þú sansar það alveg rétt. Það er svona, já. Og en af hverju heldur það sé að af hverju eru við að leita að einhverju? Er það bara því að sko áður fyrir, eða svona gegnum tíðina við höfum alltaf fundist það bara vera svo mikilvægt, þú veist, það getur ekki bara verið, þú veist, þessi ég, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað miklu stærra og öflugra en við litlu maurarnir hér og ég hef haft svo mikla þörf fyrir að trúa því að það sé eitthvað miklu sterkara og öflugra og fallera og þú veist, bara sjórinn sko er bara, ef þú horfir á sjóin einhvern veginn, þá finnur þetta afl sko. En og eins og þetta ótrúlega sköpunarafl, það getur aldrei verið eins og er eiginlega bara getur kippt undan í fótunum bara getur verið og svo fælt þér eitthvað bara, þú veist. Já, þetta er allavega sko hefur verið mín svona leið og leit rosalega lengi sko. Og og skipt máli, en ég hef oft ekki ég veit ekki, jú, ég er nú alveg fann að tala um þetta sko, en oft fundist þetta eitthvað rosalega persónlegt sko, trúin, já, og svona einhvern veginn flóknara að yrðana sko, þú veist. En við verum að gera það alveg eins og ástina og þunglyndi. Já, algjörlega sko. Það er margt sem er eiginlega magnað með að við bókmyndirnar. Já. Hvað er margt sem er óorðað og ósagt. Annars væri náttúrulega búið að loka bókasafninu. Þyrfti ekki að bæta við. Ekkert meira. Ekkert meira að segja. Já, en það er trúin, en svo það sem ég fannst kannski flóknasta að því að skrifum er fátækt. Og það, þú veist, það er eitt kapli sem ég segi frá því sko, að það hefur verið sem skömm í lífinu mínu. Já. Eða þú veist, ekki skömm í lífinu, það var skömm sem ég fann, sem ég, þú veist, þurfti svolítið svona að létta af og það var eitthvað svona tabú fyrir mig allavega að ræða það sko. Fátækt á fullorðinsárum. Já. Það er náttúrulega margir sem er í þeirri stöðu, tala ekki um fólk sem er með svo kallað menningarkapital, að það getur ekki horfst í augu við þessi fátækt. Því það er alltaf á leiðinni. Já. Þetta er bara tímabundið ástand sko. Já. Og svo finnst manna líka sem maður megi ekki að því að þú veist, auðvitað hefur maður það rosalega gott og í samanburði við allt mögulegt en þetta er samt bara staðreind sko og Ég held að það sé algengt hjá fólki sem er með svona menningarkapital
og getur tengst inn í betur sett hópa eða upplifir sig ekki algjörlega á botninu í samfélaginu, að það svolítið blind fyrir efnarslegri fátækt sinni. Kannski vill það bara ekki horfast í augu við það, kannski það því að þú getur haft draumum að slá í gegn sem rithöfundur þannig að þú myndir þá hætta að vera fátæk. Eða einhver slíkt sem ég held að vilja enginn vera fátækur sko. Nei, það rylling. Já, þú veist, það ekki þrán eins. Þannig að auðvitað alveg eðlilegt að reyna að bæja því frá. Já, horfast ekki í augu við það. Ég er blöng. Já. Ég er ekki fátæk, ég er blöng. Já. Tímabundið ástand og svo bara þetta tímabundið ástand orðið svolítið langu tími sko. Já. En svo æskuvinnu minn þegar maður að drekka sig í hel, hann sagði ég er ekki alki, ég er svona vínó, sagði. Ég vissi þessi margir í þessari stöðu sem að segja ég er ekki fátæk, ég er bara svona blöng. Nei, svo maður líka hræddur við að sko vera alltaf staðfesta hluti með því þú veist, eins og að ég er þunglind og þá verð ég það og þá er það orðið að mér. Ég er fátæk, eitthvað, þú veist, þetta, þú veist, að því maður þetta svo miklu allt annað en það, sko. En krafturinn í játningabókunum ætti einmitt að vera, að ég hef orðið fyrir áföllum, en ég bara er samt. Já. Ég hef verið fátæk en ég er samt. Já, og ég er samt sigurvegari. Já, það er eiginlega menningabildingin, stóra. Já, einmitt. Og líka bara það er svolítið þú veist, að stinga á kýli, sko, að fá bara gröftin út og Ég er hommi, hvað er það? Já. Það er alltaf þessi út úr skápnum. Menningabilding það, sko. Hreinsa sárin. Ég segi þannig einum kafla sýndu sárið. Já. Við erum öll með þau, sko. Já. Og það er alltaf læg. En það stundu fundið að því og hefur verið fundið að því með höfunda. Að þeir séu að tala mikið sjálfa sig. Já. Og sín sár. Já, akkurat. Helvítið að Guðbjörgu gerði það nú árið. Hann gerði það vissulega, hann var svakalegur í sinni gagnrýni. Hugsaðu það þegar þú átt að skrifa? Já. Það verið sumt. Eitthvað sem ekki í bókinni sem þú skrifaðir? Já. Út af þessu, sko. Sem var í too much. Ég náttúrulega, þú veist, vann þessa bók alveg tætlur, sko, þannig að það svona margt sem fór ekki inn í hana og hreinsaði. Þessum ástæðum? Nei, en ég er náttúrulega meðvituð þessa umræðu, sko, að einhverja sjálfhverfu pælingar, sko, þú veist. Og það, þú veist, svo umræðu má alveg vera. Það er allt í lagi, sko. Og ég man, því ég las Knáskart, mín kamp, og fyrir að fyrsta var þetta bara rosalega flottu texti og magnaðu texti sem sogaði mann til sín en ég var rosalega mikið að veltaði fyrir mér hvað er hann að gera og það sem ég fannst hann vera í staðin fyrir að birta sjálfan sig og birta líf sitt hann vera ekki öfugt sko vera einhvern veginn að eyða því eða þú veist með hverri þú veist þetta var alltaf bara mörg bindi og með hverri setningunni og þetta var svo dítilerað sko að þá er hann bara að fara lengur og lengra frá þessari persónu og meðan þannig að það er eitthvað svona eyðingamáttur líka en ekki bara vegna þess að við erum náttúrulega sjálfstæðar veraldir og þegar við deyjum að þá verður heimsendir af því að við byggjum upp og hann skrifar eiginlega bara allt nú er því að skrifa bara alla þessa veröld sem ég er og þannig að því meira sem hann skrifar að þá er eiginlega sko sjálfið eða einstaklingurinn eða hvað þetta er verður alltaf, það verður eiginlega hann skrifar heiminn sem hver maður er og þar alveg er hann ekki sem einstaklingur í heiminum eða hvað ætti þetta ekki við hann? Ég skal ekki segja hann sko en mér fannst það bara svo, ég var svo mikið hugsi yfir þessu formi sko og það er nú mín skoðun að þú veist, þegar mann heldur alltaf einhvern veginn sé að höfundurinn sé að birtast, ekki bara í svona bókum heldur bara yfirleitt sko það er náttúrulega alltaf verið að tengja höfunda þetta kemur úr hausnum á okkur við eigin verk sko þú veist, og einmitt og þú veist, þannig að ég held að sko að það þetta sé miklu meira það að höfundur
hverfi þarna heldur en hann sé að verða svona ljóslifandi á síðum bókarinnar sko. Það er kannski misskilningurinn hana, þú veist, að já, núna skil ég þið svona vel, nú sé ég þið svona vel, ég vissi ekki af þessu, en það er sko tálsýn, vil ég meina. Já, en svo að því ég er hérna hinum megin við miðjuna, já. Þá gerist það líka með aldrinum að maður svona svolítið hverfumaður, sko. Já. Það svona, kannski þegar maður var yngri að þá var maður hann upp á sviði, var höfundurinn á leikritinu og lék og var leikstjórinn á fremsta bekk og svo bara byrjaði maður að svona hverfa aðeins og byrjaði að vill ekki vera gaggrínandinn líka þannig og svo endaði maður einhvers þar á 14. bekk og er bara að horfa á þetta og er eiginlega alveg frjáls frá þessu leikriti, sko. Það er gott. Mér það frábært. Já. Að hverfa bara inn í fljótið aftur. Já. Kannski aðeins frá þessu mikla egói sem við erum alltaf með náttúrulega, við komumst ekkert frá því sko. Þegar maður eldist þá hefur maður miklu freka bara að horfa á sig í einhverjum aðstæðum þannig að maður sé einhvern veginn eins og að maður þurfa að gera eitthvað við það sko. Já, það er alveg ef svo er sko, að þá er það mjög gott sko. Og já, það er mjög skrítið sko, eða þú veist, ég var að hugsa að þið nú þú veist, þegar ég var að skrifa þessa bók, þá skrifaði ég náttúrulega bara svona brot og svo horfði ég bara næstu ljósstiku áfram og svo lítið náttúrulega tilbaka og þetta eru þetta bara eins og kvikmynd sem ég horfði á, þú veist, þetta er margt af þessu sko, bara kvikmynd sem ég horfði á og bara, þú veist, horfði kannski svolítið bara oft á hana eða eitthvað, en hún er einhvern veginn svo rosalega fjarri mér sko, þú veist. Já. Herðu, en það er fólk að skrifa hana og sumir láta mikið með hana. Mjög ánægilegt, já. Þetta ánæg með, annars ég vil láta hérna viðtalið snúast upplifun höfundarins og viðtökum bókar sinna og kvíðan fyrir því. Já. Þá er það náttúrulega hluti af þessu, að sérstaklega þetta er játningabók. Já. Og af því að þú ert að opinbera eitthvað, að þá fylgir því svolítið svona, þú veist ekki alveg fyrirfram hvernig fólk tekur þessu. Nei, maður veit það náttúrulega aldrei. Eitt sem mann kan segja, þú veist, það er ekki meiri kvíði fyrir bók af þessum toga, heldur en öðrum bókum sem ég skrifað. Það er bara alltaf rosalega berskjaldandi, svona fragile að gefa út skáldskap og bara list. Þú veist, fólk gefur allt í þetta. Og það er alveg sama hvort að skrifa þú veist, eigi reynsluð ekki. Þetta er allt reynsla, þú hefur oft verið sagt, skáldskapur er reynsla. Bara spurning hvernig. Kannski sérstaklega ef þú ert að skrifa eitthvað sem er á einhvers svona jaðri, þar sem þú ert að reyna að vera eitthvað. Já. Það var nú, satt við mig þegar ég var ungur blaðamaður að það var eldri blaðamaður sem sagði að sá blaðamaður sem er ekki með í maganum að með að vera að prenta blaðið, hann hefur ekki staðið sér vel. Það var svona hugmyndun að það verður alltaf á tánum. Já, einmitt. Ég veit ekki, alltaf, mér finnst þetta alltaf vera mjög skemmtilegt en leið líka alveg bara, svona líka alveg, bara guð minn almáttugur, af hverju er mann að þessu? Og ég svona, veit ekki hvort ég mælinu sinni með því, sko, að fólk skrifi nema að verða að gera það. En þú veist, þannig að mér finnst sko auðvita er mann alltaf, þú veist sem höfundur, vill fá umræðu og einhver skilji mann, bara skilji hvað maður er að gera. En ekki verður rík af þessu? Jú. Nú, eitt sem ég þarf að segja er, nei, það er kannski svolítið flókið mál. Þetta er glötuð svona karrierákvörðun að verða rithöfundur. Já, ég var alltaf svolítið léli í þessari deild þarna, fjárhagsdeildinni. Já, markaðsdeildinni. Já, þetta er þú færði eiginlega sáralítið fyrir þetta, sko. Já. Tímakaupið er undir 40 krónum á tíman. Einmitt. Eitthvað svoleiðis. Eða ekki? Já. En ég fengi listamannalaun, þannig að þess vegna hef ég getið skrifað hana. Já, en ég ætlaði bara að spyrja Sofíu þarna sem var barn og ákvað að vera rithöfundur. Já. Að ef þú hefði séð það fyrir þér, sko, hvað þetta er mikill barningur og mikið vesen. Hefurðu viljað segja hefur kannski hlegið með hinum fullorðna fólkinu. Já, fullorðna fólkinu, já. Sem fór að hlæja þegar hún sagðist alltaf að vera rithöfundur. Nei, ég hefði alveg hvart hann áfram, sko. Og eiginlega bara, einmitt frekar sagt við hann að ekki efast svona mikið. Ekki vera
þú veist, já, að standa betur bara með sjálfum sér, sko. Af því að auðvitað það hluti af þessu ferli að efast, sko, og efasemdir í allir listsköpun, en það getur nú stundum orðið einum of, sko, líka. Efasemdir allt í tilverunni, sko, og þar með þetta. En við erum á litlu málsvæði og deyjandi fjölmiðlar og lítil gagnrýni og lítil bókmenntaumfjöllun. Þetta rosalega lítið svæði sem við erum á, alveg svakalega lítið þegar kemur að bókmenntum, sko. Þetta alveg bara... Það hlálegt að Kiljan sem einhver sjónvarpsþáttur skulle eiginlega vera mesta bókmenntaumfjöllun. Það er einhver... Maður fegin að sé þó eitthvað, en skilur það bara sjónvarp getur ekki lifa nema að byggja á öflugum blöðum og tímaritum. Sjónvarp eitt og sér verður aldrei, getur aldrei gert neitt, sko. Þannig að einhver leiti þetta veikur heimur. Menninguna, já, en þú veist, þetta er mjög flókið að kemur af skáldskap og eða bara bókmenntum öllum, sko, en sérstaklega, sko, að því að þú veist, þetta maður í einhverju ákveðnu senru, þú veist, ég ákveðin tegund af höfundi og sko, og þetta eru svo fáir sem eru fyrir að fyrst að lesa og kannski lesa svona bækur og þú veist, þannig að þetta er alveg bara fíldirska dauðans, þú veist. Fáir að lesa svona bækur, hvað eru það margir? Ég veit það náttúrulega ekki, sko, þú veist, og ég, sko, auðvitað vonar mann alltaf svona að þú veist að mann nái til fleiri, þú veist, en ég held að þú veist, almennt sé það sem ég hef verið að skrifa hafi ekkert verið í miklum fjölda, sko. En já, þú veist, ein bók mín var þýdd í Frakklandi og þá fann maður svo mikið fyrir hvað þetta þú veist, hvað maður í rosalega litlu búblu hér, sko. Og þá, þú veist, jafnvel ljóðræn skáldsaga, þú veist, hún nær þó allavega, þú veist, til nokkur þúsundar, þú veist. Sálna. Já, þú veist, vonandi. Já. Þannig að, en ég minna, þú veist, maður verður bara að gera sitt. Það held ég fyrir bestu að hver og einn, þú veist, að þú fáist við fjölmiðla, ég held það. Ég geti tekið upp okkur allt öðru á morgun. Þú gæti gert það náttúrulega, en þú veist, þú til að vera góður í því starfi. Ég trúi því að maður ákveði bara á mótana hvað maður ætlaði að vera í dag. Já, það finnst mér nú gott. Nei, ég trúi það. Það er svona svolítið hugrakkur, kannski. Nei, ég var eitthvað að hugsa þegar ég var að lesa í bókinni þinni, einmitt þetta. Og það er náttúrulega eins og með sonðinn. Já. Og það er annarkvort verðumaður eitthvað sem er að sömuleyti svona örlaga þráður í sambandi við þig að vera höfundur. Og þú skrifar sonð þinn eins og þessi örlög. Hann hafi verið í vitlausu líkama. Þannig ég fór eitthvað að velta fyrir mér að því að, þú veist, kannski það svoleiðis, en kannski við bara alltaf að ákveða. Jú. En svo bara ákveðu á tímanum, þú veist, að þetta sé eitthvað sem ég get ekki annað. Já, einmitt. Og svo stundum þannig að maður bara það sem maður ég bara það sem ég búin að gera. Já, einmitt. Nei, þú veist, ég veit aldrei, þú veist, ég veit ekkert hvort ég skrifa neitt meira, þú veist, mér líður alltaf svona, mér svo tóm, sko, og ég ekki hugmynd kannski þetta bara síðasta sem ég skrifa. Þetta ekki meira í hug? Nei, kannski ég bara búin. En þannig líður mér alltaf eftir þessar hverja bók, sko. En þetta alveg það sem ég elska að gera leið og það líka erfiðasta sem ég veit, sko. Að skrifa, já. Mér finnst alveg rosalega gefandi og líka alveg svakalega svona blóðtaka. Ég bara alltaf verið í blóðbankanum, sko. Og umfram það að maður þarf bara mikla einbeitingu og getur orðið þreyttur á eftir. Það er eitthvað meira það? Já, meira það. Að þetta tengist inn í svona, sem er kallað sálarlíf eða tilfinningar, að því þú ert að vinna með sjálfa. Áttu við það? Ekki bara það, en jú, líka, sko. Akkur er það svona átaka mikið? Það er flókið og erfitt að skrifa góðan texta, eða bara texta, skilurðu, og líka hafa seigluna í það og að hafa
þú veist, eitthvað að segja. Segluna í því að geta skrifa góðan texta eða segluna bara við að skrifa góðan texta? Bæði bara, þú veist, segluna bara við að halda áfram, þú veist. Það tekur mörg ár og þú veist, og halda þessu áfram og það engin að biðja þetta sko. Og það engin að, sérstaklega hvetja þig áfram með það, skilurðu, þú veist. Því að fjalla svona röddina, að finna röddina? Bara röddina svolítið mikið, jú, svona röddin, þú veist. Þú veist að tala skrifa góðan texta, áttu við það að finna eigin rödd sem gagnast manni til þess að geta skrifa góðan texta? Eða varst að tala að skrifa góðan texta svona sem fyrir utan röddina? Nei, kannski svolítið í röddinu, þú stílinn, þú veist, að ef þú ætlar að fylgja þinni rödd, þínum stíl, þú veist, það ekkit, þú veist, maður sest ekki bara niður og framleiði það. Það kaupir þetta ekki í kaupfélaginu? Nei. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því, sko, að það sé þetta flókið starf. En maður velur þetta samt sjálfur, sko, þannig að. Þetta skrifað af, ég veit ekki hvað að segja með þennan stíl. Hann hversdagslegur. Hann ekki upp þaninn. Nei. Og hann líður áfram. Ég svolítið viðkvæmur fyrir þessu. Suma höfundar geta ekki lesið því mér finnst það bara, það sargar einhvern veginn. Ég held að þessi tengist bara æðaslættinum í mannið eitthvað. Hvort að, sko, hvernig texti líður. Já. Og mér finnst þessi líða bara mjög vel. Kom mér óvart hvað það var svona, ég myndi alltaf ekki að segja fallegur en ég laði mér eftir ekki annað í hug, sko. Fallegur texti. Já, takk. Hann ég alveg, þú veist, ég vinn texta mjög svona. Púsar mikið? Já, gerir það. Náið og leið mjög mikið hægt að fara samt svona í fyrstu, svolítið bara á innsæðinu og áfram en já, ég gerir það. Ég hreinsa mikið til og svona, það mikil vinna í því. Og ég mjög svona, já, ég elska svona fallegan texta og eitthvað sem heillar og seiður og á þess að maður viti beint af hverju. Það alltaf það sem heillar mig í annara textum, sko. Og ég stæði stundum erfitt að finna það, sko. En þegar það gerist, þá alveg elska ég það, sko. Þannig að, já. Herru, Sofía, til hamingju með bókina þína. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur svona mitt sumar. Einmitt. Það er svona hugmyndin, við erum að fara í smá frí núna, þetta á morgun að þá byrja RÚV að vera með fréttir klukkan 7. Við vorum að leika okkur að því að vera með fréttir þegar RÚV var í pásu. Þannig að nú RÚV komið á sinn tíma og þá ætlum við að draga okkur í hýði okkar og velta fyrir okkur hvernig við birtumst eftir verslunarhelgi. Ég þakka Maríu Lilju og Sigurður Magnúsi fyrir að segja með mér fréttir fyrir kvöld og taka viðtöl og búið Reyni sinni fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að hafið verið að hlusta og horfa og ég gerir það ofta, ég minn ykkur á að það voru þið sem að byggðu upp dreifikerfi samstörna bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem ykkur líkar og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook þar sem við erum með síðu samstörnar og á YouTube undir nafni samstörnar, öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstörnar líka einstakra þátta eins og Rauðaborðsins. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu sem næst alveg upp í sunnanvert Snæfellsnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistöð út á Reykjanestá. Þar eru númer 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann fyrir utan það svæði, alls það sem net, spilarinn.is á netinu, en spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og þá getur hlustað á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Það er verið númer 5 á fjarstýringunni. Kannski vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan á sinn hring, samfélagsumræði við þetta Rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Sjáum til með það. En það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það er fólk sem að borgar hér áskriftargjald í hverju mánuði sem að gefur okkur afl til þess að halda út í samstöðinu og jafnvel byggja hann upp. Ef þú vilt slást við hann hóp til samstöðu sem mikilvæg í íslensku samfélagi, að þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðu.is, þar er happi sem stendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750. Þú mátt borga meira og vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En eins og ég sagði áðan að þá er þetta svona síðasti sumaþátturinn í bili, við ætlum að taka aðeins hlé
undirbúa okkur undir næsta season eins og sagt í Ameríku og þá byrtust við eftir verslunarhelgi og þá erum við búin að finna svona fast forma á fréttirnar sem vorum að leika okkur að í sumar og það munu líka margir nýjir þættir verða til þá ef að við höfum afl til þess. En takk fyrir bili og góða helgi og gott sumar og sjáumst eftir verslunarhelgi.